Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við höfum verið nokkuð iðin á árunum sem að líða hér á Samstöðinni að ræða innflytjenda og útlendingamál og núna í síðari tíð vaxandi andúð í gagnvart útlendingum og svona breytta umræðu. Það sem mátti ekki segja fyrir síðustu alþingiskosningar fyrir rúmu ári og þá meina ég ef ummæli féllu innflytjendamál og útlendingamál sem þóttu svona ekki í lagi þá urðu mikil viðbrögð en orðræðan hefur breyst mikið síðan og það hefur verið lögð fram ýmis frumvörp hjá nýju ríkisstjórninni og þetta allt saman umhugsunarefni og svona tengt þessu sest hér við rauðaborðið Sabine Leskopf, borgarfulltrúi, vertu velkomin. Takk. Þú skrifaðir færslu á Facebook í síðustu viku sem hófst þannig, kæru félagar. Ég hef tekið ákvörðun að bjóða mig ekki aftur fram í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Og þú lýsir að það sé ekki auðveld ákvörðun. En þú vísar til svona breytinga sem að þér verast ekki vera skapi og kannski tengjast því sem að ég nefndi hér í inngangnum eða hvað? Jú, algjörlega. Ég náttúrulega kem úr þessu málaflokki inni í stjórnmálin. Ég hef verið í hagsmunabaráttu innflytja síðan 2004, þá vorum við að byggja upp samtök kvenna af erlendum uppruna og svona. Já. Þannig ég kem þaðan. Þetta mitt stærsta mála sjálfsög minn sérþekking en þótt ég sé búin að vera í borgarstjórn sem fyrst var að borgarfulltrúi sem 2014 þá þetta sjálfsög svona minn styrkleiki og líka það og ég tek þetta mjög alvarlega líka það sem ég tel mig hafa verið kosin til að sinna. Já. Ég hef fengið þennan stuðning í prófkjör tvisvar. Já. Og einmitt presentera mig þannig. Þetta minn málaflokkur og þetta það sem ég stend fyrir og hef útskýrt það held ég alltaf mjög vel hvað ég stend fyrir, hvers konar samfélag, hvernig sýn mín á innflytjendur hér á Íslandi í þessu samfélagi og hvað get ég komið með að borði. Og það einfaldlega flokkurinn á landsvísu að mínu mati setur þennan málaflokk á þennan hátt með jafnamennsku að mínu mati að leiðarljósi ekki lengur á den. Þannig að og það bara mín upplifun ég líka ég held ég mjög trygg manneskja og ég mjög þakklátt þeim stuðning sem ég hef fengið í þessum flokki og það skiptir mig máli. Þannig að en mér fundist það einfaldlega ekki rétt að fara í kosningabaráttu að standa til dæmis andspænis innflytjendum og til að reyna að selja þeim samfylkinguna. Af því að ég hefði ekki rökin til þess. Nei. Hvenær finnst þér að samfylkinguna hafi farið að bera af leið? Hvenær finnst þér að þú hafi séð merki þess að þessi gamla hreyfing sem að þú áttir svo vel heima í og þessi málaflokkur og þú segir að það hafi verið jöfnuður en núna má orðinu skilja að þú tellir það sé ójöfnuður eftir því hvort Já, eftir uppruna, alveg það kannski ekki lengur svona í brennidepli, alveg klárlega En hvenær svona finnst þú geta sett fingur á það að það hafi byrjað að horfa til verri vegar? Já, það svo sem ekkert leyndamál það hefur verið rætt þetta bæði í fjölmiðlum og innan flokks mjög mikið. Kristrún fer á sínum tíma út með þetta viðtal á hlaðvarpi þar sem ég að upplifa mjög sterklega og hún að tala inn í óttan
Kristrún tekur náttúrulega mikið samtöl þegar hún að mynda sér sína stefnu og hlustar á fólk, en það alltaf spurning á hvaða fólk þú ert að hlusta og ég mun við þekkjum það öll úr pólitíki, maður hitta kjósendur, hitta hópa sem ekki sammála manni og maður bara tekur kannski bara við þessu og hlusta bara og svona og en það var svo mikið speglun. Ok, fólk, hún upplifir þarna alveg örugglega einhvern pirring. Þessi pirringur hafði kannski verið vaxandi. Ég sjálf myndi halda þessi pirringur stafar ekki af innflytjurum, heldur öru, en hann samt þarna manifestera kannski eitthvað. Og hún speglar sig í þessum pirringi og segir bara mjög skýrt, við þurfum að hlusta á þessa áhyggjur. En það sem mér fannst að kom þarna fram í þessu hlaðvarpi sem ég gagnrýndi mjög harðlega á sínum tíma og bað flokkinn eiginlega að taka afstöðu sem flokkurinn var ekki tilbúin að gera. En ég segi það bara á þessum tíma og við getum bara tímasett þetta þarna, þessar breytingar, að hún tala inn í óttan með því að segja sína skilningi, ekki með því að segja einmitt að svara með rökum og bara svona, heldur sína þessu skilning og réttlætingu, pirring gagnvart flóttafólki, allt í einu var allt útlendingum að kenna, heilbrigðiskerfi, álagið þar, eins og það hefði verið fullkomin á þenn útlendingar komu skólakerfið, álag á kennara og svoleiðis. Það var ekki talað að innflytjendur koma hingað, vinna og börnin þeirra fá ekki þjónustu, nei, það tala og þetta eitthvað sem truflar mig mjög mikið. Hún talaði þarna beint það að okkar börn, sem sagt íslensku börnin var að þjást út af öllum þessu útlensku krökkum sem koma með svo miklu álag inn í skólastofun, sem bara hittir allar bara beint í hjarta stað þegar þú segir einhver að skaða barninu þínu, það bara hræðilegt. Einnig heilbrigðiskerfi, húsnæðiskerfi, bara allt saman, allt í einu var tengt við innflytjendur. Alla áskoranir voru allt í einu tengda við innflytjendur. Og hún tekur þarna meira að segja upp þarna þessi fangabúða frumvarp sem enginn var að biðja á þessum tíma nema harðasti kjarni í Sjálfstæðisflokknum og ég fer á flokkstjórnarfundi á sínum tíma og kem fram með mjög einfalda yfirlýsingum að við stöndum með mannréttindum. Ekkert radikal, ekkert bylting, ekki neitt. Þetta mjög einföld yfirlýsing að við stöndum með fjölmenningarsamfélagi, við stöndum með mannréttindum og svarið sem ég að fá þarna við getum ekki samþykkt svona að þetta væri gagnrýni á flokksforystunni. Þannig að sem náttúrulega segir manni svolítið byttu, ef þú segir það, hvað finnst þér þá það sem flokksforystan að segja? Þá ertu að segja, mér finnst að flokksforystan stendur ekki með fjölmenningu, stendur ekki mannréttindum og ég ætla bara að sætta mig við það. Og máli var vísa í nefnd og dúkka þar að sjálfsögðu aldrei upp aftur og þannig að það var alveg skýr skilaboð. Þetta eitthvað sem við erum tilbúin að fórna. Og það hefur bara haldið mjög mikið áfram á þessum nótum að mínu mati. Ég hef ekki fengið mikið samtal þetta og nú þegar einmitt Samfylkingin komin í ríkisstjórn og Viðreisn fer fram með offossi, einfaldlega miklum offossi, þá algjörð þögn. Ég var mjög hissa þarna í sumar þegar við erum með hvort við meðum kalla nýsastar eða ekki, það bara en bara öfga og ofbeldisfullt lið sem hóta útlendingum og ofbeldi á götum borgarinnar og það þögn. Það algjörð þögn af halvu Samfylkingarinnar. Dómsmálaráðherra kemur fram og bendlar sína hörsku gagnvart
flóttafólki við þessa atburðir. Þannig að hún réttlætir reiði þessa fólks, hún gefur þeim réttlætingu og það er nefnilega bara að sjálfsögðu hefur þetta áhrif og ég var á sínum tíma einmitt mjög mikið að tala það að þegar vinstri flokkar eins og við höfum séð í Danmörku, eins og við höfum séð í Bretlandi, vissuleyti líka í Þýskalandi, bara út allt, telja sér trú það geta komið í veg fyrir einhverja öfgavæðingu með því að fara sjálf inn í þetta, hirða þessi óánægju, þennan pirring til sín, að það myndi bjarga einhverju, en það bara hefur að sjálfsögðu, og þetta það sem þú nefnir þarna í byrjun, að sjálfsögðu hefur þetta það áhrif að þeir sem eru meira til hægri, þeir bara þurfa þá að fara að gefa algjörlega í. Og það hefum við séð. Við höfum séð Sigrid Andersen í Miðflokknum, Guðrún Hafsteinsdóttir í Sjálfstæðisflokknum, fyrrverandi dómsmálaráðherra sem eru bara öfunda núverandi dómsmála að koma málum í gegn sem þau hefa ekki látið sig dreyma að koma í gegn. Já. Þannig að ég tel, og það er kannski stóra máli fyrir mig, að ég tel að Samfylkingin ber einhverja ábyrgð í þessari þróun með því að hafa fært sig inn í þennan ekki útlendingaandúð, bara alls ekki, bara alls ekki, en þennan skilning og vilja ná í þennan kjósenda sem að upplifa einhver pirring, einhver breytinga sem þau áttu sig ekki á og kannski svolítið auðtrúað á propaganda sem kemur þarna og svona. Já, ég tel að flokksforystan í Samfylkingin ber einhverja ábyrgð þar. Og þú ert þá kannski að gefa í skyn að fylgisaukning Samfylkingarinnar að hana megi sumpart rekja til þess að hvernig Kristrún sveigði stefnu flokksins, hvað var það þennan málaflokk í einhverja átt sem að þér kannski hugnast ekki? Já, ég held að, já. Og þá en þá er þetta líka mín viðbrögð. Það ef þetta er það sem flokkurinn vill og kjósendu, þá bara er það þannig, en þetta er ekki mín leið. Þá áttu ekki lengur heima þar. Ég er ekki að segja mér úr þessum flokki. Ég er bara alls ekki þar. Mér fannst það ekki rétta leið. Ég vil hafa áhrif, ég vil taka þátt í þessu samtali og þetta samtal á sér stað á sögum stöðum og ég held líka að það hafi haft einhverja áhrif. Eins og til dæmis við sjáum að svo er ég líka ég er bara mjög sammála mörgu öðru sem Samfylkingin stendur fyrir ríkisstjórn staðið sér vel og ég var líka sammála mörgu, ekki öll en mörgu sem Kristrún kom fram með til dæmis í Silfrinu núna, þar sem hún talar atvinnustefnu og stéttaskipting sem við erum búin að flytja inn og allt þetta. Ég er mjög sammála þessu en ég sé enga aðgerðir. Alla aðgerðir sem snúa á þessum málaflokki fara bara í hina áttina. Já. Þannig að þú treystir ekki lengur til þess að gegna trúnaðarstörfum fyrir flokkin vegna þess hvernig þú kemur inn í hann og fyrir hverju þú barist, en þú heldur áfram að vera Samfylkingar. Já, og ég er að halda áfram í borgarstjórn. Það er náttúrulega mitt embætti, ég var kosin í það og nú snerta þessi mál kannski mest einmitt ekki endilega sveitarstjórnarmálin þannig séð. Og ég hef ekki séð, ég hef fengið stuðning fyrir mína nálgun á innflytjamálin í borgarstjórnarflokknum. Þannig að og þannig að þar sér og þess vegna held ég líka, eins og ég sagði, ég er mikið teamplayers og ég vil bara ekki skemma fyrir. Ég vil ekki, það er ákveðin átök sem ég er í og ég vil ekki færa það inn í borgarstjórnarkosningar. Þannig að það skiptir mér máli og mína nálgun í
í innflytjamálum í borgarstjórn sem ég hef nú fengið stuðningi í gær af öllum borgarfulltrúum sem samþykktu nýja fjölmenningastefnuna okkar. En hún einmitt ekki mjög pólitísk þannig séð, heldur mjög pragmatisk. Það ég fer meira inn á hvað hlutverk sveitarstjórnar, hvað íbúar, hvaða þjónustu fá íbúar, hvað rétt hafa þeir til þjónustu, hvernig getum við bætt okkur, hvernig getum við auka þekkingu til þess að sinna okkur skildum innan borgarkerfisins. Þannig að og þessu ætla ég að sinna áfram. Já. Öfgasamtökin sem þú vísaði til áðan, þú ert að tala Ísland þvert á flokka, það ekki? Kallast það ekki? Já, það skjöldur, dæmi og svona, það náttúrulega mörg nöfn á því. Þetta var ansi bratt, þetta var eitt af því sem gerðist á árinu að ég fylgdist með einum fundi sem blaðamaður og svona ansi brött orðræða og ólík því sem hefur verið svona í opinberum farvegi. Þetta podcast sem þú nefnir, hvenær sirka, hvaða podcast var þetta? Það í byrjun 2024. Byrjun árs 2024. Og manstu hvaða podcast þetta var? Var þetta hjá hann og Þórarni Hjartarsinni? Já, ég held það, en ég þurfti að fletta því upp. Ein pæling. Já. Jú. Já. Þannig að þá verða svona þá hefjast vatnaskilin og svo finnst þér að það hafi verið bætt í mikið síðan. Og það líka eitthvað sem að ég verð eiginlega að segja, nú ég held ég eini kjörni fulltrúi sem Samfylkingin hefur og líka ég menn það hafa náttúrulega verið innflytjandi í pólitík og áfram og svo framvegis bara frábært en kannski enginn sem hefur verið jafn lengi eða þú veist fara í gegnum prófkjör og allt þetta og svona eins og ég hef gert. Þannig að ég tel mig einlega að vera mjög bara langt komin í þessu en í þessu öllu verð ég að segja ég að upplifa mjög mikið það það eins og viljinn hjá mjög mörgum að horfa virkilega á mig sem jafningja, sem þáttakandi í íslenskum stjórnmálum, ekki bara einhverju útlendingar til skrauts á listanum, kannski ekki alveg eins mikið til staða og ég held. Finnst þér að virðing fyrir þér sem innflytjanda hafi minnkað síðustu misseri? Ég fekk nú símtal eftir að ég kom út með þessari yfirlýsingu innan úr flokknum og var spurt, jæja, getur þá fundið annan útlending til að hafa á listanum fyrir okkur. Þessi skrautfjöður til að stilla upp frekar. Mér fannst þetta alveg fyrir neðan alla hellur. Þetta náttúrulega alveg ömurlegt. Já. Sko, þú talar aðeins um atvinnustefnu. Hvernig mætti breyta til dæmis atvinnustefnu til þess að bæta úr málum? Já, það reyndar einmitt mjög sammála Kristrúnu í því sem hún sagði þarna. Hér hefur verið aðal áherslu á atvinnugreina sem eru mjög krefjandi á að fá mikið vinnuafli og kannski ekki endilega fyrst og fremst í láglaunastörfum. Og fá það hratt og bara inn í svona vertíðarstemming. Já, vertíðarstemming og það hefur einfaldlega leitt til þessari þróun sem við höfum að hér á sér inngildingin ekki stað. Fólk ekki lengur að læra íslensku sem af stórum málum og einn af stórum ástæðum fyrir hvað Íslendingar eru pirraði á þessari þróun og það að innflytjan læra ekki lengur íslensku. En það einmitt vegna þess, ég alltaf að segja þegar ég flytt til Íslands þá í gangi... Hvaða ár var það sem þú komst til Íslands fyrst? Það 25 ár síðan, 2000. Þó ekki lengra? Já. Þá ég alltaf að segja það var samningur í gildi. Samningur milli míns og samfélagsins sem gekk út á því, ég kem hingað, ég reyndi að tala einhverju íslensku, en þú tala ekki íslensku
og þá þetta erfitt. Já. En svo þetta að læra íslensku og því meira sem þú lærir, því betra verður það. Þú finnur vini, þú er betra vinnu, þið líður betur. Þessi samningur ekki lengur í gildi. Fólk kemur hingað, það þýðir í raun og veru, það í störfum, það sem það tala hvort sem engin íslensku við þá. Og það breytist ekkert í lífi þeirra þótt að reyna að læra einhverju smávegis í íslensku. Það borgar sig ekki, það engin hvati. Þeir fá hvort sem ekki betra störf. Þannig að þetta það og þeir einangruð, það kynnast ekki neinum Íslendingum. Ég þekki marga innflytjendur sem hafa aldrei fengið boð inn á Íslands heimili. Já. Og það það sem sem held ég einmitt, sem afleiðing þessari atvinnustefnu og og mér sem bara mjög gott eins og það talað að ávarpa þetta, en ég sé svo sem ekki einfalda lausn. Þá alls ekki, ég það enginn að tala að draga úr ferðaþjónustu. Við að standa frammi fyrir stærstu framkvæmdum Íslandssögunar. Hér á að byggja Sundabraut, hér á að byggja hér samgönguáætlun á fullu húsnæðisuppbygging, hver á að vinna við þetta alls saman? Það mun allt Verðum við fyllast eins og Katar fyrir heimsmeistarakeppni? Akkurat, þessa framkvæmdir kalla á mjög mikið viðbútar vinnuafl að utan. Já. Þannig að það þarf að hafa þetta í huga, hvernig samfélag við viljum og eins og ég segi, stóra vandamáli einmitt hversu mikið gjá milli innflytjenda og þeirra sem eru fædd og uppalin hér og þessi gjá að aukast. Þetta eitthvað sem ég hef mjög miklar áhyggjur af því að við sjáum það endurspeglast í skólakerfinu og svo framvegis. Við sjáum að jafnvel börn sem eru fædd hér á landinu, þeim gengur illa í skólanum. Þannig að þetta bara kemur aftur í þessa næsta kynslóða þróun sem við séum í mörgum öðrum löndum og ég mjög hrædd að við fáum hana hingað. Já. Og frá mínum sjónarhóli þá þetta ansi flókin og snúin staða. Það sem hefur breyst síðan þú komst að þá var frekar sjaldgæft að það kæmu innflytjendur. Þú lærir frábærlega að tala íslensku og kannski voru við á öðrum stað að hjálpa þér við það þá. Ég veit það ekki. En það kannski munur á því einmitt að það komi 10.000 á örfáum árum eins og á þeim tíma sem að þú kemur. Það líka ansi mikil munur á því hvort fólk kemur hingað bara til þess að taka vertíðina og stoppa stutt eða hvort það ætla sér raunverulega að búa til frambúðar. Og eitt af því sem manni dettur í hug að það sé mikilvægt að það sé til prógram, það sé til áætlun og hvað var það tungumálið og fleira, að þau sem sannarlega komi hingað ekki bara til þess að reyna að vinna í svolítinn tíma og ætla sér svo að fara aftur. Manni finnst að það sé önnur staða heldur en fyrir þau sem ætla að búa hérna til langfram ekki sammála því. Algjörlega. Það ætti að vera þá kannski einhvers konar tvenns konar möguleg viðbrögð í boði eða hvað? Já, það þarf í fyrstulega að vera í boði. Íslensku kennsla hér bara staðan móðumálska bara vest á öllum Norðurlöndum. Mér finnst alltaf svolítið fyndið þegar fólk tala alltaf bara skoða Norðurlöndur og þessi Norðurlanda samanburður. Það bara alltaf notað í íslensku pólitík til að réttlæta eitthvað sem maður pikkar út og vill hafa eða ekki. En svo sleppum maður hinum. Og þetta eitthvað sem við sleppum algjörlega. Við stöndum okkur lang vest af öllum Norðurlöndum í þessu að kenna tungumál landsins. Það vantar námsefni, ég meina að mörgum stöðum bara ekkert í boði en bara fyrsta grunnnámskeið og það oftast mjög takmark aðgengi í gegnum vinnustæðin en það hefur vinnuveitandi sem vill fólk í þessu starfi ekki endilega hagsmunir af því að þau bæta sig íslensku og finna sér betra launuðu vinnu sem við hæfi við þeirra menntun og svo framvegis. Þannig að það bara bæði framboð, kostnaðurinn og bara, ég meina það ekki einu sinni háskólanám í að kenna íslensku sem annar mál.
Þannig að það vantar svona hugmyndafræðina í kringum þetta. Já, algjörlega. Okay, nú samfélagið okkar að umpólast í þessum efnum á frekar fáum orðum og það má ekki umpólast og við mögum ekki bara horfa á það umpólast, við verðum að gera eitthvað. Já. Við verðum að sjá fyrir okkur, við þyrftum að hafa á teikniborðinu, ok, nú okkur að fjölga svona hratt og þá verðum við að gera þetta og það það sem ekki hefur verið gert. Ekki nægilega mikið. Ég var reyndar einmitt mjög glöð, bara aftur hrós til ríkisstjórnar að það var hækkað frá fyrstu drögum fjárlega frumvarpi eitthvað framlag til íslensku kennslu. Það var fyrst lækkað og svo var þetta reyð tilbaka og sett aftur eins meira pening sem samt langt frá því að vera nóg. Það liggur í bara mörgum skuffum í ráðuneytum fullt af aðgerðaáætlunum í málefnum innflytjenda sem þurfti bara að draga upp, þannig að það er fullt af efni til. En það líka, eins og ég segi, framboð á íslenska kennslu hitt til hvers. Ég menn og þetta eitthvað sem við sjáum. Við erum að sjá útlendingar sem gefa börnum sínum íslenskt nafn til þess að þau fá tækifæri í lífinu. Þannig að við sjáum að fólk sett í einhverju skuffu og fær ekki tækifæri, jafnvel og við heyrum það jafnvel frá fólki sem fætt og uppalinn hér, að það fær ekki sömu tækifærin og þannig að fólk alltaf að skipta yfir á ensku og ég held að þetta sem einmitt svo mikið rætt fólk skiptir yfir á ensku, það að vissan hátt þægilegra af því að þegar þú tala íslensku við einhvern sem tala mjög litla íslensku þá að einbeita þau kannski orða og skoða þess að hvernig þú segja hlutina, þetta meira álag. En það líka útskúfun. Það líka skilaboð og sérstaklega þegar fólk virkilega leggja sig fram að tala íslensku og fær svara á ensku, þetta svolítið skilaboð, hei, ekki reyna einu sinni, þú verður aldrei einn af okkur. Og þetta áreitni, eins og það svolítið nýtt hugtak, áreitni, microaggression. Já, og það eitthvað sem ég finn fyrir. Ég verð alveg vör við það við svona jafnvel í mínu starfi. Þannig að það alltaf svona eitthvað svona smá sem segir bara, herru, ekki halda að þú getur verið einn af okkur. Þannig að ég svona. Mér dettur í hugi þessu samhengi að Þóran Eldjárn, rithöfundur, hann satt hér fyrir skemmstu nokkrum vikum og við vorum að ræða stöðu íslenskunar. Og þar uppljóstraði því að hann þykist oft vera útlendingur bara þegar hann fer út í búð og sem sagt hann vill nálgast fólk á talkunnáttu stigi viðkomandi og það getur hjálpað mjög mikið til. Það sko við bæði sem einstaklingar getum gert miklu betur held ég í þessu einmitt, sko, þetta svona frekar egocentrisk sýn á veröldina að ég nenni ekki að tala við þig á íslensku af því að þú talar brotna íslensku og ég vilji strax skipta yfir í enskuna. Það mjög egocentrisk sýn, ég ætla að hugsa hagsmuni okkar beggja og samfélagshagsmunina. Hvað felst í því að ég nú kannski ekkert að flýta mér jafn mikið eins og mér finnst ég vera að flýta mér. Það bara allt í lagi að hlusta á þig þótt að taki tíma á tjára þig ef þú ert sannarlega að sýna mér það að þú viljir læra íslensku. Þarna þarf að einhverju leita að snúa hugsuninni, bara svona í samskiptum okkar fólks á millum, en svo það líka þessar opinberu aðgerðir. Það líka þessar aðgerða áætlanir eins og þú segir að koma þeim í framkvæmd. Já, en eitt sem þú kannski komst svolítið inn á þessi breytta umræðu, hluti að fólk segir hluti sem það hefði ekki sagt fyrir árið síðan, allt í einu og það færist allt meira og meira. Ég menn þetta líka, þetta nú ekki þróun sem við getum kennt einum flokki eða tveimur, þremur hér á landinu. Þetta alþjóða þróun sem við sjáum sem tengist samfélagsmiðlum og bara fólki sem
sem sér það bara þú nær árangri og þá heldur áfram að þeirra braut. Þú fær athygli með að kveikja í einhverju og þá bara heldur áfram í þeirra braut og það meira þristing ganga lengra og lengra og lengra. En og það sjáum við náttúrulega bara í pólitíku hér líka en þessi alþjóðleg þróun. En það sem fólk, þetta svo ótrúlega skalegt og þetta skalegt þeim samfélag sem ég held að samt ennþá og það eitthvað sem ég ennþá mjög sannfæri að íslenska samfélag í heild ég meina til dæmis mjög stolt alltaf af árangri í kvenréttindum og svo framvegis og svona út á við eða hinsegin málefnum og svona það bara ég til ennþá að stærsti hópur Íslendinga vil líta á sig sem frjálslyndar, opin, mannréttindasinna, þessi norska, ekki norska, Norrlanda, velferða, jafna samfélag í raun og veru. Það sem fólk fær tækifæri að bæta sín lífskjör og svona. Við þurfum bara að vera meira sammála að þetta gildir fyrir öll. Já, einmitt. Sko, svo það líka svona stóra spurningar af því nefndir ferðaþjónustuna. Að þarna verða mjög mikla breytingar á skömmun tíma og þetta vinnu aflsfrek grein. Hún kallar á gríðarlega margar hendur og það svo önnur spurning hvort það var yfir höfuð bara rétt ákvörðun að við skildum ekki reyna að koma meiri skikk á þróun ferðaþjónustu hér á landi meðal annars með litið til þessara félagslegu áhrifa sem við höfum hér verið að ræða. Og náttúruverndarsjónarmiðinu. En við erum ekkert rosalega góð í þessu. Við erum frekar góð oft að bregðast við. Það eru náttúruhamfarir. Það eru Íslendingar allir sem einn maður og við erum frábæri í því að bjarga einhverju skaða en við erum ekki mjög góð að sjá fram í tíman eða bregðast við því sem að gerast. Já, Íslendingar kunna ótrúlega vel, einmitt eins og segi, bara bregðast við hratt. Já. Og það hefur bjargað þjóðina örugglega mjög oft. Ég meina, og ég stundum að tengja þetta við veðrið. Ég meina, þú bara hefur þessa dagar til að koma heyjunni inn og það bara láta allir allt þetta til að fara í það og svona. Og einmitt þessi þjóðaminni af hamförum og svona, og bara leggja öll á eitt og svona. Og þetta mikið kostur að geta bregðast við hratt. En það þýðir líka að það sé oft hlaupið í skyndilausnir. Og og sjálfsög ferðaþjónusta bjargaði okkur eftir hrun hér og að sjálfsög það mikilvægt og bara mikilvægt innan fyrir landið og hagkerfið allt, við getum ekki verið án þess og En jú, við kannski höfum sleppt tök einmitt á líka halda utan hvað kemur virkilega inn í þjóðarbú og hvað ekki. Ég var að ferðast til Perú í fyrra og það var bara allt svolítið í ríkishöndum en það þýddi líka að maður var mjög öruggur. Það var alltaf einhver að passa, ég var í 5.000 metra hæð, það var alltaf einhver með súrefniskút nálægt mér. En það var líka allt svo rosalega skipulagt, þannig að jafnvel Machu Picchu sem þú veist vinsælasti ferðamannastað í heiminum, það var engin tróðningur. Þannig maður hafði alveg ótrúlega góða upplifun að því að það var svo skipulagt hver fer inn hvenær og það var svo náttúrulega maður þurfti að fara áfram og gæti ekki stoppa endalaus á sama stað eins og maður vildi, maður var bara í hópi og allt var fyrirfram tímasett hvenær maður mátti fara inn og svo leiðis. En það þýddi líka svo miklu betra upplifun og og öryggi. Hér höfum við afsalað mjög miklu valdi til þess fólksins í ferðaþjónustunni, miklum áhrifum og það var áhugavert eftir Reykjaneselda þegar þeir hófust að þá voru kannski einhverjir landeigendur sem áttu bílastæðið
það var nánast þeir gátu sett stjórnvöldum skilyrði og allir voru að dansa í kringum þá með leyfisveitingar og svona, þannig að þetta hefur breyst ansi hratt hér á skömmum tíma. Svo náttúrulega annað í þessu, hér erum við að tala um vinnandi fólk. Ég var enda með manni hérna frá Miðflokknum daginn sem að lagðir í, bara talaði svolítið þannig eins og að alltaf fólk sem var að koma hérna í seinni tíð, það væri meira og minna að koma henga bara til þess að fara sem fyrst á atvinnuleysisbætur og eitthvað svoleiðis. Þetta finnst mér líka ný umræða. Og hérna, en allavega... Jú, algjörlega. Og tölurnar náttúrulega tala allt öðru tungumáli. Hérna, við vitum að þegar fólk fær góðan, nú erum við að tala um flotta fólk, fyrst og fremst. Og þetta er reyndar málaflokkur sem ég er engin sérfræðingur þar og ég hef einlega lengst af verið með fókusin á innflytjamálin, fólk sem bara sest hér að og er hluti og hérna flotta fólk verða það náttúrulega á einhverjum tímapunkti þegar það er komin hingað til að vera en það er hérna bara mjög skýrt bæði Úkraínumenn og Venesúelabúa eru með hærra atvinnu þáttöku og hérna Íslendingar hérna heldur bara hjá Venesúelabúa með það 86% eftir örfá, hérna ég held eftir 2-3 ár, þá eru flóttamenn að taka fram úr í atvinnu þáttöku. Þannig að það að sjálfsög eru einhverjir sem ekki vinnufær, en það er líka þá spurning hvernig við tökum á móti þeim og hvernig við hérna styðjum þau að vinna úr því. Og það finnst mér að það er bara samúðin og mennskan er bara gjörsamlega farin úr þessari umræðu finnst mér hérna, ég meina það bara, við vorum að tala um þjóðarminni eða hérna þetta orð sem ég nota hérna Íslendingar þekkja náttúruhamför en það þekkja ekki að flýja sitt eigin land á þennan hátt. Þetta er þjóðarminna sem við höfum. Pabbi minn var flottamaður, hann þurfti að flýja heimalandi sitt þegar hann var 10 ára og hérna það tók hann 60 ár til að geta tala um það sem hann upplifði þarna og það gerir þetta enginn að gamni sinni. Nei. Og þessi hvernig fólk voga sér að tala þennan viðkvæmasta hóp sem hættir að hugsa sér. Börn, konur á flótta, af hverju koma bara ungir kallmenn því að enginn myndi senda unga konu á þessa ferð. Við vitum að lang flestir konur sem eru á flótta vera fyrir kynferðisofbeldi og þvílíku tráma og börnin líka og svona. Þannig að hérna, já, ég er mjög sorgmætt með hvernig fólk leyfa sér að tala alhæfa. Líka, og það er eitthvað sem við sjáum strax endurspeglast í þjónustu við flottu. Nú hefur ríkið að taka bæði umsækjendur til sín, málaflokkur sem sveitafélagin voru að sinna að mikið alúð. Nú heyrum við til dæmis á Reykjanesi að þessi börn voru bara kippt út úr öllu, þau fá ekki lengur leikskólapláss, þau fá ekki frístundir, þátt ekki inn, bara að gjöra svo vel, þau fá heilbrigðisþjónustu og lögbundin grunnskóla, það er bara búið. Og nú á að taka líka þjónustu við þá sem eiga rétt að setja sér að, sem sagt fólk sem hefur fengið stöðu, það á að taka það úr þjónustu sveitafélagana sem er búin að byggja upp nærþjónustu og þekkingu og svona og það á alltaf fara til Vinnumálastofnunar og Vinnumálastofnunar nú þegar búin að gefa skýrt út, það er bara að sinna helstu grunnþjónustu til að koma fólki út af vinnumarkaðinn. Það mun ekki sinna félagsþjónustu eða frístundir barnanna eða neitt sleikt. Þannig að fólk fæ bara, þú veist, algjörlega bara grunnlögbundin þjónustu, heilbrigðisþjónustu vonandi og einhver svona grunn íslenskan til að koma þeim út af vinnumarkaðinn og svo ekkert meir. Og svo á fólk sem hefur gengið í gegnum þvílíka hörmunga vera bara tilbúin í samfélagi eftir bara að gera svo vel. Það er líka, það er svo heimst. Það er svo heimst að því að ef við erum að jaðarsetja fólk og sinnum ekki, sérstaklega börnum og fjölskyldum, þá erum við náttúrulega að bjóða öllum þessum vandamáli sem fólk er að tala hingað. Þá erum við að búa það til. En sem dæmi
Þetta flókið þegar lítil fámenn eyþjóð verður fyrir jafn miklum breytingum eins og nú að verða. Sko, útskipti kenning Snorra Mássonar. Þetta svona stutt í hérna bara hreina kynþáttahyggju að tala að hann segir ekki þannig þeim orðum en það vakir náttúrulega undir að hinn hvíti kynstofn Íslendinga með sinni sögu hann geti lent í hættu þegar fólks hlutföll breytast pratt eins og raunin orðið og sumir segja að þetta hreinn rasismi en aðrir segja sko já, þetta nú pínlítið sorglegt og þetta nú svolítið umhugsunar efni og hérna ef sem sagt hinn hefðbundnu íslensku gildi og sagan og allt þetta týnist einhvern veginn í einhverju útþynningu þá það ekki nógu gott. Getur þú stíðað það inn í þetta? Já, ég meina ef við værum að standa okkur nú að bjóða fólki inn í samfélagi þá væri þetta ekkert vandamál. Til að ég minnist að það var fyrir 10 árum síðan var mjög mikið rætt kirkjuheimsóknir skólana fyrir jól. Það voru aldrei útlendingar sem voru að kvarta yfir þessu. Þeim fannst þetta sjálfsagt. Bara við erum komin að flutta inn í þetta land. Hér þetta gert svona, við skulum kynnast þessu og það voru aldrei útlendingar sem voru að kvarta yfir að börnin þeirra væri að heimsækja kirkju fyrir jól. Þeim fannst þetta bara sjálfsagt. Bara kynnast þessu. Þín reynsla að útlendingar sem koma hingað til búsetu þeir séu til í íslenska menningu. Já, þeir eru til að kynnast því. Það þýðir ekki að þau þurfa að gera það sjálf. Nei. Ég meni það líka það sem svo mikið misskilningur. Ég þarf að kunna og skilja. Og ég þarf að fylgja reglum þeim þú veist, mikilvægi reglum sem gilda hér í alls konar hlutum. En ég meina, ég má alveg halda upp á 7. desember sem Nikulás dagur fyrir mín börn. Og það tekur ekkert af þér. Nei, það tekur ekkert af mér. Það sem skiptir máli. Ég menn, mín börn fengu, þau var bara, ég er mjög heppin, þau fengu bæði. Þau fengu frá Nikolási og svo fengu þau í skóinn. Bara til að taka þetta sem dæmi. Nú maður minn alltaf Íslendingur, þannig að þau fengu þetta hvort sem úr báðum áttum. En mér ef við fundist, og ég veit að flestum útlendingum finnst þeir fylgja þessum 13 jólasveinum rosalega vel vegna þess að þeir vilja ekki að börnin þeirra mæta í skólan og geta ekki sagt frá neinu. Já. Bara mjög einfalt. Þannig að og það var eitthvað sem útlendingar flestir vilja gera. Þeir vilja náttúrulega að börnin sín sé ekki, þú veist, útskúfað og geta tekið þátt í samtali og svoleiðis og þeir bera virðingu fyrir íslenska menningu. Þau hafa ekki, það kemur enginn hinga með þann metna að breyta jólasvein með það eða eitthvað svoleiðis bara til að halda okkur við þetta. Yfirtaka Ísland, þeir ætla ekki að gera Ísland. Nei, fólk náttúrulega kemur vegna þess að það hefur áhuga, það er opið fyrir að kynna sér landið og langt flestir eins og kannanir sína bara vilja læra tungumáli og allt þetta og er bara mjög opið fyrir þessu. Þannig að þótt ég að halda í mínum menningu og arðleið og að kenna börnum mínum mitt tungumál þannig að það geta að tala við og afa og svo framvegis þá er ég ekki taka neitt frá íslensku börnum. Þetta er bara viðbót og ef það gengur upp eins og það hefur gengið upp hjá mér og mínum börnum held ég og það kannski líka mjög mikilvægt fyrir mig þetta aldrei, mín barátta hefur aldrei verið barátta fyrir mín mál. Ég hef það gott. Ég bara og börnin minn tala íslensku hjálpa þér að koma með íslensku manni til Íslands. Þetta er ingangsmiði. Það er önnur staða. En það er bara rosalega mikilvægt að útlendingar koma ekki til að taka eitthvað frá Íslendingum og flestir eru lang flestir. Þeir vilja sjálfsög halda í sínu eins og allir Íslendingar vilja halda í sínu þegar þau flytja til útlanda. En það þýðir ekkert að það skemmir fyrir einhverjum eða tekur þetta. Og ef það myndi ganga upp, segjum í næstu kynslóðum og nú eru börnin mín fullorðin,
ef næsta kynslóðin eins og þess að bara mynd bera íslensk nafn og tala samsög íslensku og svona, en ef þessi næsta kynslóð, það bara inn í menningu í tungumál, fær sömu tækifærin, en hefur eitthvað til viðbótar. Já. Hefur tungumál og svona og bara menninga og gerast sömu hluti svona pínu öðruvísi í sínu lífi. Þá þetta allt saman ekkert mál. Þá þetta engin ógn og þá, ég meina, ef við værum virkilega inngilda innflytjendur, þá myndi það ekki skipta máli. Nei. Á einhverjum tímapunkti. Og þess utan að þeir eru fætt annars staðar. Og þess utan mættu við líka minna okkur á og kannski ættu við að vera þakklátt fyrir öllum þeim fjölda fólk sem hefur lagt það á sig að koma hingað í öfgar í birtu, myrkur að vetri og skjanna birtu á sumri, veður sem ekkert frábært, alls konar framandi aðstæður og með því að leggja fram hugar og vöðvaafl, þá þetta fólk búið að halda hjólum hér velmögunar og atvinnulífsgangandi. Já, mér finnst það næstu því svona pínu minnumáttakenda. Íslendingar tala stundum eins og það kemur enginn hingað nema hann hefur verulega bátt annars staðar. En þessi staðin koma flesta hingað því að þeir vilja vera hér. Já. Og þeir eru bara spenntir og opnir að leggja sig fram og læra og kynnast landi og þjóð. En þegar við segjum að miðflokkurinn tala inn í óttan, þú sagðir Kristrún hefur líka talað inn í óttan. Já, hún hefur sinn skilning, bara og ekki mætt þessum áhyggjum með rökum, með gaggræði. Það annað nýtt orð, hugtak sem ég búin að læra nýlega, gaggræðu. Þegar þú mætir einhverju sem heldur einhverju fram, að þessi flottamenn liggja bara hér á bótum og taka allt frá okkur eða skipta okkur út eitthvað svona, að þú mæti þessu ekki með einhverju viðbrögð, heldur segir bara já, þetta svo erfitt, ég skal bara hugsa þetta og svona, ég skil þig svo vel og ég skal bara takast á við þetta og kemur þessu í lag og svona. Það er náttúrulega, já, ég held að það ekki góð viðbrögð. Nei. Þetta eru mikil umhugsunarefni. Þú ert búin að kenna mér orði í dag á íslensku sem ég vissi ekki væri til, þannig að það segir nú sína sögu. En það búið að vera áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig. Við kynntumst á einhverju ráðstefnu norður í Skagafirði og Hólum í Hjaltadal fyrir einhverjum árum. þar sem var einmitt til umræðu útlendingamála einhverju leyti, mann rétt og bara, já, þú ert búin að halda þessum kyndla á lofti og þótt þú drægir því í hlið úr borgarstjórn og svona þá ætlar að halda áfram að hafa þína rödd og það er fagnaðarefni og það er ágætt hjá þér að hafa þor til þess að gagnrýna formann Samfylkingarinnar. Við þurfum á öllum tíma að hafa kjark til þess að gagnrýna allt fólk sem okkur finnst að geti hjálpa samfélaginu að við gagnrýnum ekki satt. En fyrst og fremst hefur gagnrýnin mín alltaf líka minnst að dómsmálaráðherra, kannski miklu meira, en þessu þegjandi samþykki þingflokksins samþykkingar alveg sjálfsagt sem er ekki nóg gott. Sabine Leskopf, kæra þakki fyrir spjallið. Takk sem leiðis. Og eftir andartak nýr kafli. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.